Hæ, þetta gervigreindin hér. Sandgerðingurinn Björgvin Guðjónsson yfirmaður gervigreindar og listræn stjórnandi hjá danska fyrirtækinu Snild. Fyrirtæki Björgvins og danskra félaga hans aðstoðar við að innleiða gervigreind hjá fyrirtækjum víða heim. Sérsvið Björgvins ýmis grafísk vinnsla með gervigreind, bæði í hljóði og mynd. Snild stefnir nú með þjónustu sína til Íslands og því var Björgvin sendur í Víking til landsins bláa. Ég var áhuga maður gervigreind en orðinn hálfgerður sérfræðingur á svona sömu sviði alltaf þegar kemur maður að svona creative hlutanum, myndir og vídeo og hljóð og það þetta í götunum. Segðu maður aðeins frá þér, þú fórst til Danmerkur fyrir nokkrum árum og þetta hefur verið eitthvað að þróast hjá þér síðan þú fórst þangað út. Já, þetta var löngu seinna sko. Ég náttúrulega hef unnið í auglýsingageiranum í yfir 25 ár og bæði hérna á Íslandi og í Danmörku og við fluttum hann út þegar kona mín fór að læra og svo höfum við svona 2007, rétt fyrir hrun og þannig að ég hef bara verið þarna síðan og mjög ánægður og á 3 drengi sem að pluma sig vel og síðan fyrir einhverjum 3 árum þá kemur þetta svona fyrst að ég var að vinna með forriturum og svona lærði að komast aðeins inn í gervigreindinni gegnum þá og bara og undan öllum öðrum þetta var ekkert þekkt og byrjaði bara feikt í þessu og mér fannst þetta svo athyglisvert og skemmtilegt. Já, það má segja, þú ert búin að vera feikt í þessu svona frá upphafi. Já. Frá því að hún kemur svona, kannski svona fyrst fyrir stjónir almennings. Já, þetta springur alveg kessarlega með ChatGPT sko og en ef þú hittir alvöru gervigreindar mannesku þá þeir búin að vera í þessu í 20 ára sko. En fyrir svona sjónum almennings þetta ekkert komið fyrir svona 2 árum síðan og meiri segja ekki í dag. Þetta svona læðir sér inn í forritun okkar og inn í Microsoft og Copilot og allt þetta sem fólk notar inn í símaðinn og fólk virðist ekkert vera að opna augun eins mikið og ég gerði á sínum tíma því fyrir mér var þetta bara ný heimsýn bara ég gerði mig bara grein fyrir því að mitt starf aldrei eins aftur. Fyrir marga kannski ChatGPT, svona það gervigreindin og svo upplifun sem fólk hefur af henni, en hún miklu meira. Já, þetta náttúrulega tungumálamódel sko og svo ljósmyndamódel eða vídeómódel til líka og svo vinnur þetta allt saman, þetta svo kallað multimodal tæki sem skilur, þú getur spjalla við það og þú getur tekið upp símann og bara sýnt inn í kring og við getum bara talað hvað við sjáum hér, hvaða myndavél við erum að nota í þetta viðtal og hvaða mikrofónar í gangi. Þetta fangar gervigreind bara 1, 2, 3 og svo getum við leyst ýmis vandamál eða að gera við bílinn eða eitthvað, þá getur við bara kveikt á myndavélina í símanum og byrja að spjalla hvað í gangi hér og svona. Þannig að það ýmsir notkunarmöguleikar sem fólk ekki búin að fatta ennþá. Þú og danskir félagar þínir, þeir stofnuðu fyrirtæki með íslenska nafninu Snild. Já, gerðum það fyrir svona 7-8 mánuðum ákveðum bara að fara í þetta saman og byrjuðum að spjalla að finna nafn og það var einn Daninn sem kom og segi hvað með Snild og það á dönsku þýðir það gott handverk eða eitthvað svona sem verið vel gert og ég náttúrulega strax þetta bara Snild því að ég nota þetta orð mjög mikið og mér finnst gervigreind vera Snild og þannig að við fórum bara í upprunann og okkar sameiginlega gammal norsk tungumál þar sem og íslenska náttúrulega, það Snild með 2 L og D og það passaði bara mjög vel og laus öll lén og allt það með DK og AI og fólk mjög hrifið af þessu nafni í Danmörku líka og ræður þetta mjög mikið. Hvað þið að gera hjá Snild? Við hjálpum fyrirtækjum að nota gervigreind og leysa svona
leiðindaverkefni sem eru oft í fyrirtækjum sem að það er svona endurtekin verkefni sem hægt er að svona sjálf hvað sem automate á ensku en ég blanda öllu núna saman dönsku, íslensku, enskunni sko. En allt frá sko framleiðslu fyrirtækjum sem að búa til bora fyrir CNC-vélar og hreinsa upp í gagnagrunnum hjá þeim, þannig að það er ekki bara einn maður í fyrirtækinu sem getur fundið tæknitekningar og svara spurningum frá kunnum, heldur eru allir í fyrirtækinu núna klári í það með okkar lausn að finna fram þau gögn sem vantar og það er svona blanda af forritun og gervigreind. Því að gervigreind er ekki lausn á öllum vandamálum, skilur við, en það er hægt að hraða málum mjög mikið og í markaðssetningu líka. Þannig liggur vel við hjá mér að því ég er búinn að vinna að markaðsmálum öll þessi ár og þekki það inn og út og það er hægt að sjálfkrafa ansi mikið eins og fyrirtæki sem er með námskeið, alveg 20 námskeið í hverjum mánuði og kíkja í database á þeim þegar vantar fólk í pláss á námskeiðin og gerum við það með gervigreind að hér vantar 5 manneskjur eða 10 manneskjur og nú þurfum við að gera eitthvað í því og þá búum við til sjálfkrafa með gervigreind SOMI-post og fréttabréfs texta og svo sendum við það sjálfkrafa með e-mail til markaðsdeildarinnar og hún sér, já í dag þurfum við að taka action á þessum 3-4 kúrsum og textin er klár. Þannig að það er bara svona lítill hluti og svo erum við að forrita sjálfur okkar einlausnir og halda fyrirlestra og námskeið og ég var með fyrirlestur í gær í Reykjavík og er að fara að halda námskeið á morgun fyrir auglýsingastofu. Þannig að þetta er svona margir ángar út í hitt og þetta. Þú varst búinn að segja mér áður að jafnvel vöru þróun, þú getur látið gervigreindina þróa einhverja vöru og umbúðirnar og markaðssetninguna bara á allan pakka. Já, við leistum verkefni fyrir fyrirtæki í Danmörku sem heitir Premier Ís og við fórum í að brainstorma með gögnum frá þeim og gervigreind svona hugsanlegar bragðtegundir sem að getur kveikt í dönsku þjóðinni sko og fundum fram og testum fram á einhverja bragðtegund og síðan tókum við þá og fundum nafn á ísnum sem var svo AI Scream og öskrar á AI sko og umbúðhönnun var líka þannig sko, það var bara skellt inn í vélina fullt af hugmyndum og þróað svona mjög hröðu brainstorm phase alveg fullt af hugmyndum. Síðan er svo fínpúðis að það er bara skilur við bæðið með grafískri hönnun og við náttúrulega þetta var ekki bara beint úr vélinni eða þannig að mannlega höndin er alltaf til staðar til að gera þetta ennþá til að gera þetta betur sko. Og svo hönnuðum við tól til að svona fanga markhópinn þar sem að fólk gat teikna sinn eigin ís bara í stykk bara svona Óla Prikk stemmingin sko og lita og svo smá textalýsingu og þá færðu bara hennan flotta 3D Disney ís sem þú gast tekið þátt í keppni á félagsmiðlunum. Þannig að þetta var alveg heljarna herferð þarna í Danmörku sko. Við sem erum að vinna á fjölmiðlunum, við höfum kannski bæði áhyggjur af gervigreindinni en svo er hún líka tól sem getur hjálpað okkur. Já. Og hjá ykkar fyrirtæki þá eru það að nota gervigreindina í að skrifa fyrir ykkur fréttir. Já, við erum búin að sleppa gervigreindina lausri á heimasíðunni hjá okkur og líka á félagsmiðlunum. Og þar erum við búin að byggja sjálfkrafa vél sem að finnur heimildir svona 4-5 eða meira svona 8 mismunandi heimildir sem kíkir í og sér hvað er verið að skrifa á enskum fjölmiðlum í heiminum varðandi gervigreind og hvað er áhugavert þar. Við tökum það inn
og erum búin að búa til gervigreindar markhóp sem okkar markhópur sem kíkir á fréttirnar og segir þetta getur verið áhugavert ég gefi þessu þetta mörg þetta háa einkunn frá 0 til 100 og ef þetta nær yfir 70 þá fer hún áfram í systemið og við leitum að enn frekara heimildum í gegnum Google og síðan erum við með aðstoðarmann frétta aðstoðarmann sem skrifa greinina eftir kúnstarreglum sem við höfum sett og ákveðnum skrifstíl sem hann fer eftir og dönskum málfræðireglum, þetta á dönsku og við höfum verið svolítið að vera þessi norrænu mál fyrst og svona skapa okkur svona sérhæfingu það að reyna að svona að fá tungumálinn til að haga sér og sem frekar erfitt. En þessi aðstoðarmaður, hann mennskur eða hann gervigreind? Þetta gervigreind allt saman og það bara síðan þessi grein tilbúin og þá hún lesin aftur af markhópnum okkar og síðan þessi postað bara sjálfkrafa því við erum líka búin að hanna vefhönnuðar aðstoðarmenn sem við getum postað inn á heimasíðun okkar og þar erum við búin að tengja við þjónustu sem ekki gervigreind en það bara svona sjálfvirkni og þá postar hún líka á félagsmiðlana að það sé komin grein og við hefum ekki snert neitt og þetta skelltum við í gang sem svona ákveðin tilraun á heimasíðun okkar og líka myndir, við erum búin að fá gervigreind til að búa til myndir fyrir fréttirnar og það hefur þróast ansi vel sko því að við erum búin að skipta myndamódel sem býr til myndirnar og mun betra heldur en hann var og við sjáum alveg þróunni og hvernig þetta virkar. Nú erum bara að fanga markhópinn sem les vonandi þessar fréttir og fá það til að panta verkefni okkur og þá takmarkinu náð hjá okkur þá. Þið hjá Snild, þið eru svona lítið krúttlegt danskt fyrirtæki en eru það vinna út fyrir landamæri Danmerkur og kannski svona bara á öllu internetinu? Já, við vinnum mjög mikið online og eins og höfum við þannig sér fastan samanstað og köllum okkur bara digital nomads því leitum til að við erum bara mjög flexible í því að sitja hjá kundum okkar eða bara online og vera mjög mikið að fundum online sem við erum að halda. Þannig að nei, það ekki landamæri sem stoppa okkur í þessu. Og eins og þú sagðir, þú ert náttúrulega með Íslands tenginguna og varst að starfa hérna í auglýsinga- og markaðsgeiranum hérna áður fer út og þú ert kannski núna að láta vita því hvað Snild getur gert fyrir Ísland. Já, ég var bara að fara að heimsækja fjölskylduna og ákvað bara að minnast á það svona að ef einhver hefur áhuga að ræða mál. Ég geti hugsanlega kennt einhverjum að þeir kennt mér því það alveg hörku gróska á Íslandi líka í gervigreindinni og já, ég búinn að endurvekja gömul tengsl og hafa mjög gaman af og fá gagn af í báðar áttir og byrjað að vinna með nokkrum fyrirtækjum í því. Ekki Íslendingar bara móttækilegir fyrir þessum tækniði nýjungum öllum? Jú, ég myndi segja það. Það hafa alltaf verið og alltaf verið svona framalega í tækninýjungum sko. En þetta svolítið scary ef maður segir, þannig að fólk þarf svona að hugsa sig og þetta tekur langan tíma að fólk svona skilji möguleikana í þessu og hvað að koma því að þetta bara byrjunin sko. Það kannski hjálpar okkur Íslendingunum að hér eru stuttar boðleiðir og við kannski erum þá fljótari að tileinka einhver svona nýjungar. Já, hvað það veit ég ekki sko, en við höfum alltaf verið mjög forvitin og framalega í tækni hlutum og ekki hrædd við að pröfa hlutina og nýta okkur á besta máta sko. Já. Það sem þú læriðir í gær í gervigreindinni, hvenær verður það úrelt? Þetta náttúrulega hröð þróun. Bara í næstu viku held ég, mikið af því sko. Já, það mjög, eins og ég að halda fyrirlestra og svona hvað að gerast í AI í dag. Ég þarf ansi ofta að updata
þau slæt sem ég að kynna og eða þá að segja bara þetta hérna outdated í dag, þetta passar ekki, þetta ekki það sem að gerast best núna eða leysi best málin. Þannig að hverjum degi koma einhverjar nýjar lausnir sem eru alveg bara í mínum heimi alveg mjög spennandi. Þetta ekki eitthvað sem að ungdómurinn þarf kannski svolítið að mennta sig í dag, bara upp á það, við getum orðið svolítið fljótt bara úrelt og við þurfum að fylgja tækninni. Jú, það þarf að byrja að vinna svolítið öðru sig og það þarf að vera mjög gagnrýn hugsun í gangi og ekki taka hlutina bara eins og þeir eru og þetta leysir ekki öll vandamál fyrir okkur og svona virkilega hugsa hlutina og hvernig við orðum og hvað erum að fá frá gervigreindinni og þetta sé rétt og þannig að það þarf að vinna svolítið öðru sig en við höfum verið að gera. Man nánast horfir á interneti og getur ekki trúað neinu nema maður sjáu það með sínum eigin augum í dag, því miður. Þannig að svona þetta bara og það hefur verið í þróun burt sér frá gervigreind í mörg ár sko. Þannig að fólk þarf að vera mjög gagnrýn og kynna sér málin og tékka hvaðan fréttirnar koma og kannski tékka á mörgum stöðum ef það virkilega hefur áhugaði. Yes. En hvernig sérðu framtíðina hjá þér? Þú flytur út, segirðu 2007, í blússandi góðærið og svo náttúrulega fer allt í vaskinn. Já. Það þarf bara að vera áfram í Danmörku og það kannski skiptir engu máli hvar menn setja sig niður þegar þeir eru að vinna í gegnum netið og með netið. Nei, það skiptir engu máli sko. En auðvitað saknar maður margar hluta hérna á Íslandi og náttúrulega fjölskyldan og náttúran og svona stundum. Náttúran getur verið ansi hörð hérna á Íslandi en jú, Ísland alltaf heima og ég ennþá íslenskur ríkisborgari og allt það sko. En svo á ég náttúrulega líka bara tengslanet í Danmörku og synir mínir sem eru þar sem eru með vini og allt það sko. Og mjög margt skemmtilegt og gott í Danmörku og við lifum bara vel þar. Ertu að hugsa þetta allt saman á dönsku eða ertu ennþá hugsandi á íslensku? Ég ennþá hugsandi á íslensku, held ég. Þá inn á milli að þá komið smá danska og það stendur sjálfan sig að blóta á dönsku, mjög fyndið sko. Þegar það kom fyrst, alltaf meira. Hvernig að vinna í Danmörku versus á Íslandi? Það mun afslappara og ég myndi segja að það var svolítið meira fjölskylduvænna og alltaf það sem ég upplagði í byrjun sko. Það var mjög hratt og svona busy umhverfi hérna á Íslandi og til dæmis var bara þegar ég var í vinnunni þannig í fyrstu ölsugustunum ég fekk vinni og bara bankaði öxlunum, ertu ekki að fara heim, skilur? Þú veist, klukkan var þetta, þú ert búinn í dag, sko. Og, já, nei, bara heim með þig. Þannig að það er mjög miklu afslapara umhverfið þar, finnst mér. Hvar ertu í Danmörku? Hvar býrðu? Ég er í Óðinsvíum, Óðinsvíum, í miðju Danmörku, á Fjóni, svona aðeins fyrir utan og Mikið Íslendingasamfélag? Já, ég er í svona hálfgerðu ísgettói það sem ég bý. Það er mjög mikið af Íslendingum sem búið í þessu hverfi, fullt af fólki sem kemur að læra í Óðinsvíum og þegar þú þekkir einhvern fyrir að þá svona bendir, hérna er notalegt og fjölskylduvænt og að gera svona meira fjölskyldunar sem er því hverju sem ég er í og unga fólki er í eitthvað annað stærri bænum að skemmta sér. Þannig að, og víðar í öðrum bæjarfélögum í Danmörku er oft Íslendingar sem svona hópa sig saman og við höfum svolítið síðan en við höfum alltaf haldið svona klakamót í fótbolta. Það sem bæjarnir keppa móti í hverjum öðrum sko og það svona sjömannabolti. Það hafi alltaf verið rosalega gaman. Jú, við heldum svolítið saman inn á milli.